Kramhúsið stofnun 84. Hugmyndin af stofnun hússins fæðist á námskeiðum sem ég stunda erlendis árin áður. Mjög duglega að sækja námskeið í dansi og skapandi hreyfingu og kynnist þar nýjum straumum og stefnum sem ég fæ á tilfinninguna að þurfi endilega að koma til Íslands. Auk þess hafði ég rekið minn eigin leikfimiskóla og var á þvælingi allan bæ og var að leita húsnæði fyrir minn skóla og svo fyrir eitthvað nýtt sem kom með stofnun Kramhússins. Hrafn Gunnlaugsson var hér með leikmynd frá Hrafninn flýgur, hann átti þetta hús þá og húsið var fullt af húsgögnum og drasli bara nefndu. Það var jafnvel selskinn hérna úr kvikmyndinni sum dálítið lifandi. Það ægði öllu saman. Svo þetta var kallað kramhús í staðan fyrir krambúð. Því krambúð er náttúrulega búð þar sem þú kaupir allt í. Mikil áskorun að opna svona fyrirtæki. Sérstaklega þessum tíma þegar það þótti bara glapræði. Vinir mínir voru ekki að hvetja mig til þess að halda áfram með þessa hugmynd. Trúlega hélt ég áfram svona út á ástríðu og þrjósku líka. Ég skildi koma þessu á. Svo áskorunin var mikil og frekar erfið. Í 30 ára sögu þá eru þetta vond ár og góð ár. Erfiðu árin voru aðalega fyrst, þá 120% verðbólga sem var nánast óyfirstíganleg. En einhvern veginn tókst þetta og þegar illa árar þá reyndi maður að anda djúpt og auka úthaldið. Það þarf mikið úthald til að komast í gegnum djúpu dalina. Fyrsta sem var kennt þá dálítið stórt í sniðum, það var alþjóðlegt dansnámskeið, kom mikið af dönsurum erlendis frá og leiklistakennurum. Það voru 5 erlendir gestakennarar og þó nokkuð af erlendum nemendum og held ég 70 íslenski nemendur sem komu á þetta fyrsta námskeið. Það var byrjað með stæl. Já. Má kannski segja að ég sé dálítið dugleg að nýta mér samstarfsfólk mitt. Að gefa því frelsi, taka hugmyndir og aðstoða samstarfsfólk mitt, kennara og samstarfsmenn, að gefa hugmyndum vængi, ef svo má segja. Að gera þeim kleift að framkvæma sínar hugmyndir. Allar góðu hugmyndirnar sem að þróast í þessu húsi koma auðvitað frá kennurum og samstarfsfólki mínu, þó ég skjóti einn og einn inn. Ótal kennara sem að höfðu áhrif á mig sem ungan nemanda á námskeiðum erlendis sérstaklega. Einnig á ég mjög góða fyrirmynd frá íþróttakennaraskólanum þar sem að Mínerva Jónsdóttir var minn aðal danskennari og hún var með alveg nýjar stefnur í dansi sem að fólust mikið í því að skapa sjálfur. Síðan held ég að mín kynslóð hafa orðið fyrir miklum áhrifum bara af rauðsokkahreyfingunni þar sem konur ruddust fram og voru til í allt og gátu allt. Kvennadagurinn er ábyggilega fyrirmynd margra kvenna á mínum aldri allavega. Og svo náttúrulega Vigdís forseti sem var og er hvatning til allra kvenna. Svo fyrirmyndirnar eru margar og ekki allt upptalið. Samtök og félagskapur kvenna er mjög mikilvægur. Ég þekki það bara úr eigin starfi. Hér eru mestmegnis konur og eiginlega eingöngu konur sem vinna. Konur eru mjög sýnilegar bara í atvinnulífinu. Það sprett upp ný fyrirtæki út all land sem konur standa fyrir. Og það þarf svo sannarlega félagsskap fyrir konur í skapandi störfum. Þetta hefur auðvitað mjög mikla merkingu fyrir mig og fyrir þetta fyrirtæki og allt mitt starfsfólk. Milli 20 og 30 kennarar og starfsmenn sem vinna hér. Þetta er auðvitað viðurkenning til fyrirtækisins og allra þeirra sem starfa með mér. Ég er mjög þakklát fyrir það, auðmjúk og þakklát. Og hér ert þú ennþá dansandi? Dansa á þessu gólfi. Þetta er dásamlegur salur að vinna í, mikil orka. Enda heitir þetta hús Orkuhúsið í miðbænum, Kramhúsið Orkuhús. Eftir 10 ár verði ég örugglega ennþá að dansa. Ég held ég verði að dansa bara eins lengi og ég get.